Jæja, Viktor, hvernig svona gekk að komast í ró eftir þennan stórleik í gær? Það var svolítið erfitt. Það var svolítið ekki fyrir 3 eða hálf 4 eða eitthvað, þannig að þetta var adrenalínið var ennþá gangi ykkur alveg. Já, enda ekki skrítið, þetta var náttúrulega stórkostlegur leikur. Já, þetta var frábær leikur. Þetta fór alveg eftir gameplani, við vorum mjög harðir við það í vörninni og já, geta kleift fyrir mig að koma mér í gang, þannig að þetta var bara geggjað leikur sko. Það þurfti ekki nema eitt skot til að koma mér í gang. Já, kannski snúningurinn sem kom hann í gang, þannig að þegar náði snúningnum, það hjálpaði manni helviti mikið og já, bara mjög sátt með það. Já, og hérna er þetta ekki bara með svona, já, betri leikjum? Jú. Þetta er? Mjögulega, top 5, top 3 allan, myndi ég held að. Já, mér skoðum með landsliðinu. Já, ég held að. Já. Held að. Og hérna þess að segir, þetta var, þið voru búin að liggja yfir þeim og bæði þú og varnarmennir og markmennir að skipuleggja ykkur og já, svona gekk allt saman upp. Klálega, við eittum alveg miklum tíma í að skipuleggja slóðurina, tókum marga fundi og líka aðeins búin að kíkja á fyrir kúpuleggi meira þess að þannig að þetta var alltaf svona í hugunum okkar að vera að spila kerfin okkur út frá slóðunum líka skilur, hvað þeir myndi vera að fara að gera og vörðina þeirra svona, þannig að þetta var alltaf svona í hugunum okkar á móti, grænhöfðum og kúpu í rauninni. Þannig að við vorum mjög vel undirbúnir og gerðum þetta mjög vel sko. Og svona eins og þú að rökkva svona í gang og svona halda einbeitingu út leikinn, það er náttúrulega krefst líka mikils. Já, það er mjög erfitt sko. Það er bara mjög mikilvægt að byrja fyrstu 10 alltaf mjög vel og það gerist þetta í seinni hálfleik, náði 2 góðum vörslum á fyrstu 10 og það hjálpar manni heldur mikið að halda út leikinn sko. Það er gerist mjög oft maður spila góðan fyrri hálfleik og kannski ekki alltaf góðan seinni hálfleik skilur, þannig að þetta var mjög sáttur með að ná að klára 60 mínútur. Já, tengja svona millileikja. Já, það er mjög gott. Já. Og svona stemningin og þetta allt saman í höllinni náttúrulega rífur menn aðeins með þegar vel gengur. Já, klárlega, þetta er geggjað að sjá svona marga Íslendinga og bara vona fleiri komi, allir sem eru eitthvað efasemdir að hvort er ætti að fara eða ekki, ég vona bara að þeir komi og upplifa þetta sko, þetta er bara once in a lifetime dæmi, þannig þetta er bara geggjað að fá allan stuðningi sem við fáum. Tekur mjög eftir því þegar fólk er að syngja nafnið þitt eftir í leikjum? Já, klárlega, sérstaklega eftir eitthvað flottari vörslur, þá leiðum maður sjálfur sér að njóta momentsins skilur aðeins betur, það er bara geggjað upplifun. Nú er liðið komið náttúrulega milliriðlega með full stig og þeir komið svona náttúrulega í mjög góða stöðu, Egyptandi framundan. Ég er svona, hvernig horfa menn til þess leiks? Já, við þurfum bara að klára reynileikin frá í gær fyrst og svo setjum bara þenn dag að byrja að skoða Egyptana. Þeir náttúrulega eru flott lið, marga fína leikmenn með agaðan þjálfara sem stilliði mjög vel upp og þeir spila mjög agaðan sóknarleik oftast. Þannig já, það verður bara hörkuleikur. Þannig að það er pressað að fylgja þess eftir? Já, klálega. Það er bara mesta pressan frá okkur sjálfur, held ég. Þið náttúrulega komnir í góða stöðu. Þetta er svona, það er marga farið að dreyma. Já, við erum bara fókusar á næsta leik, sko. Við kláruðum þetta markmið sem við settum okkur fyrir mót að vinna riðilinn og við þurfum bara að setja okkur í markmið. Með báða fætur á jörðinni. Heldur betur.